er gengið til dagskrár og fyrsti liður á auglýstri dagskrá skýrsla formanns. Gjörðu svo vel, formaður. Ágætu fundarmenn, ég ætla nú að reyna að hafa þessa skýrslu mína eins stutt og hægt en eins og þið vitið að þá göngum við núna til kosninga, auðvitað það að kjósa nýja stjórn og svo framvegis á grundvelli þeirra verka sem að hún hefur starfað á og við síðastliðin 2 ár. Megin inntakið í þessum starfi hefur verið það að koma á samningum á milli Kópavogskaupstaðar og húseigenda á þessu miðbæjarsvæði og reyna að leiða það mál til farsældar. Ég veit ekki hvar ég skal byrja en ég gæti hugsanlega byrjað á árinu 1972 en ég ætla að láta það ekki gerast, heldur að byrja á árinu 1991 að þegar við tókum við þessum hörmungum sem að við vitum hvernig bílageymslan er. Við höfum núna svo þegar gengið til samninga við Kópavogskaupstað og á bæjarstjórn Kópavogskaupstaðar virkilega hróskilið fyrir að hafa tekið á þessu máli með skynsemi og ég verð að segja að við höfum gengið til samninga sem ég held að hafa verið mjög skynsamlegir og eiga eftir að ryðja brautina til betra lífs og betra umhverfis hér í framtíðinni. Auðvitað þurftum við að ryðja þessa braut með ákveðnum hætti. Við urðum að taka á ýmsum þáttum, svo sem eins og félagsmálum og öðru slíku innan Hamraborgarinnar svo að þetta yrði kleift. Þessi samningar spruttu ekki út af sjálfu sér, heldur var þarna ákveðið þrotlstarf margra aðila innan Hamraborgarinnar til þess að þjappa öllum húseigendur saman í eina samstöð til þess að þessum samningum geti orðið. Og nú eru þeir orðnir að veruleika. Þessi samningar sem núna eru sem sagt undirritaðir og sá viðbótarsamningu sem var gerður núna í vetur eru mjög góð braut til farsældar fyrir alla húseigendur og þá ekki síst fyrir miðbæ Kópavogs. Ég ætla aðeins að undirstrika það að allir húseigendur geta núna hlustað á kapalkerfið sitt sem er núna með útsendingu hérðan inn á hvert heimili í Hamraborginni en í þessu kapalkerfi er ítarlegri skýrsla mín það hvernig stjórnin hefur starfað á síðastliðnu ári. Einnig er að ræða ákveðna verkaskiptingu ýmissa aðila innan Hamraborgarráðsins og þar á meðal má segja að það sé komnar að eitthvað ákveðnar stofnanir. Þessar stofnanir hafa þrískipt starf. Fyrir það fyrsta er að Hamraborgarráðið sjálft. Í öðru lagi er að kapalkerfið og í þriðja lagi er að félagsaðstaðan. Ef við byrjum fyrst á Hamraborgarráðinu sjálfu þá er það núna orðin sá lögaðili sem að getur einn kynnt og talað fyrir munn allra húseiganda í Hamraborginni. Og getur enginn nema fulltrúar Hamraborgarráðsins gefið út yfirlýsingar hvernig staðan er varðandi viðgerðir og framhald framkvæmda í Hamraborginni þar að segja í geymslunum. Og auðvitað er Hamraborgarráðið sameignarfélag talar einungis sameignina bifreiðageymsla Hamraborgar svo og viðskipti við Kópavogskaupstað. Þetta er auðvitað löng saga. Margir vilja segja að Hamraborgarráðið hefði átt að vera löngu verið til. Það má segja að það var til 1975. Þá hét það öðru nafni sem hét þá Félag húseigenda fyrsta áfangamiðbær í Kópavogi. En það félag var einungis stofnað nafni til, bara á forminu til eins og það tók það aldrei til starfa. Hamraborgarráðið tekur nú við þessu hlutverki og fylgir því eftir. Þess vegna eru við hér saman komin til þess að halda áfram þessu hlutverki svo við að miðbær Kópavogs megi bera gæfu til þess að eiga sér hérna bjarta framtíð. Hvað var að kapalkerfið komum að því? Það er þá sá fjölmiðill sem hefur gert það að verkum að við náðum þessari samstöðu og það er ekki nokkuð vafi að þó svo margir hafi fyrstu verið svo lítið tortryggni gagnvart því, þá veit ég það ef ekki allur sá fjöldi sem auðvitað léti sér heyra til mín
er þessu samþykkur í dag og telur þetta meira að segja sjálfsagt. Hvað varðar félagsaðstöðuna Hamar, þá var þar unnið mjög merkileg starf. Þar var komið með félagsaðstöðu sem að stendur öllum Hamraborgarbúum til boða og auðvitað þjónustuumhverfi fyrir hvert húsfélag fyrir sig, þar að segja hverja húsfélagsdeild sem er innan marka Hamraborgarráðsins. Þetta eru megin máttarstoðir innan Hamraborgarráðsins. Allir sem hér sitja við borðin að undanskildum fundarstjórum hafa lagt alveg ómælda vinnu í það að koma þessu á. Og við megum eiginlega vera hreykin að því að núna ná þessari samstöðu. Ég vil sérstaklega bjóða öllum frambjóðendum framboðslistana, þeirra hérna sem það er Gunnar Birgisson, Valþór Hlöðversson, Kristján Guðmundsson, Sigrún Jónsdóttir og ég held að hún sé veðurfræðingurinn hérna hjá okkur líka. Er hún ekki? Já, fyrirgeðu nafnið eftir Þóranna, já, Pálsdóttir. Og ég býð þau alveg hjartalega velkomin hérna. Er einhver sem ég gleymi? Ég held ekki. Og svo bæjarstjóri fyrirgeðu Sigurður Geirdal. Býð hjartalega velkomin. Ætlunin er að fyrst og fremst að þau hlusti aðeins á raddir okkar hér vegna þess að ég kem því á eftir með leyfi fundarstjóra að fá aðeins að opna smávegis umræðu þessa þrjá þætti og svo megin hlutverkið í lok fundarins undir liðnum önnur mál, en þar kem ég að þeim viðkvæma þætti sem ég veit að ég á eftir að tala og á eftir að minnast á, sem brennur á vörum margra hér inn á hús. Á eftir auðvitað gerir þá Jakobína Sveinsdóttir grein fyrir endurskoðum reikningum sem liggja hérna frammi. Hún gerir grein fyrir hvernig staðan og þá leið viljum við hafa þess eins stutt og við getum og reyna að rennum augum yfir þetta sem liggur hérna fyrir. En þeir, Þórhallur Björnsson og Auðun Snorrason, þeir undirrituðu þessa samninga í gær. Það kann að vera að það sjáist svolítið illa á ljósritinu, en þetta er þeirra undirskrift, engu að síður. Og svo að lokum vil ég hvetja þá alla sem hér inni til þess að mynda hér samstæðan hóp, því ég veit það að það eru auðvitað kosningar í nánd. Þeir eru hérna þessi ágætu frambjóðendur ekki hingað kominir til þess að vera með eitthvað yfirboð yfir hvorn annan og þaðan að síður að gerast einhverju jólasveinar og halda að geta komið einhverja gjafi í hönd á okkur, því að á þeim nótum erum við ekki að ræða þessa hluti hér. Við erum að ræða þessa hluti hér á þverpólitísku vettvangi og ætlumst til þess að þeir gera það líka, en hlusti samt sem áður að það er mikið vandamál sem framundan þrátt fyrir það sem gerða samninga við Kópavogskaupstað. Og þá ég fyrst og fremst að núna að minna á að þær framkvæmdir sem framundan eru, þó svo ég hef ekki heyrt neinar fastar tölur, þá hef ég grun það að þessar framkvæmdir sem framundan eru mun dýrari heldur en áætlað var í fyrstu. Og svo að lokum þá þakka ég að fundarmönnum gott hljóð. Takk fyrir mig. Við þökkum formanni skýrsluna og nú hún til umræðu. Vilja menn ræða skýrsluna? Enginn sem vil taka til máls skýrsluna. Það þarf að bera hann undir atkvæði og ég held að það sé þá bara eðlilegast að bera hana upp áður en við komum að reikningunum. Skýrsla formanns samþykkt? Varðandi atkvæðagreiðslur þá notað hérna miðakerfi. Menn eru beðnir að rétta upp bláa miða og þá skýrslan þá sem sagt borin upp til samþykktar. Nokkuð mótatkvæði? Takk. Engin andmæli. Þá skoða skýrslan samþykkt. Lagðir hafa verið fram endurskoðandi reikningar og tekur þá gjaldkeri félagsins til máls og skýrir reikningana. Gjörðu svo vel, gjaldkeri. Þá ætla ég að renna hérna í aðalatriðum yfir endurskoðaða reikninga frá 1. apríl 1993 til 31. mars 1994 og endurskoðandi Guðmundur Jóelsson og þetta áritað sem þetta stjórn Hamraborgarráðsins og eins og Þóri sagði, Þórhalli Björnssyni og Auðuni Snorrasyni.
Rekstrartekjur eru þá þarna á aðal rekstrarreikningi 2.655.410 og það skiptist í þessa 3 reikninga, kapalkerfi, félagsaðstöð og Hamraborgaráð. Og félagsgjöldin, sem sagt í kapalkerfinu, hann kallar þetta nú félagsgjöld að þetta endurnýjun, loftnesbúnaðar, stúdíó og geisladiskur. Og það 1.676.000. Síðan þá félagsgjöld, félagsaðstöðunar 471.810 og félagsgjöld til Hamraborgaráðsins 507.600. Aðrar tekjur eru 122.314 og samtals 2.770.724. Síðan koma sameiginleg rekstrargjöld fyrir þessa 3 reikninga. Og þá það símakostnaður 64.750, frímerki og gíróseðlar 40.765, ritföng, prentun og pappír 65.590, auglýsingar 10.000, innheimtu þóknun sem að skiptist, þetta fyrir reikningana úr Íslandsbanka, eða þjónustugjöld í rauninni, 15.615, fundarkostnaður og ristna 72.455, félags- og leyfisgjöld áskrift 47.950, gjaldfærð fjárfesting 2.177.774, rekstrarvörur og smá verkfæri 73.242, viðhald áhalda 24.737, viðhald húsnæðis 193.608, sem nú kallað hér viðhald húsnæðis en í rauninni stofnkostnaður. Húsaleiga 226.128, rafmagn 5.967, hiti 24.315, aðkeyptur akstur 2.750, filmur og framköllun 32.171, hreinlætisvörur 1.743, kaffi og matarkostnaður 68.819. Samtals gerir þetta 3.148.379. Tap án fjármagnsliða eru þá 370.655. Fjármunatekjur, vaxtatekjur eru 13.812 og vaxtagjöld 62.815 sem eru þarna mismunur 49.003 og rekstrartap þá 490.658. Efnahagsreikningurinn 31. mars 1994 og þá höfum við hérna skýringar og sundurliðanir við hliðina á okkur líka og þar það inn að svigamert 2 og þá á það við lið 2 á skýringarblaðinu og sem sagt þessi veltu fjármunir eru inneign hjá húsfélögum samanber þá lið 2 til nánari skýringar 375.900, ýmsar inneignir auglýsinga og félagsgjalda 82.680, Öreind SF 42.280 og Þóri Steingrímsson 90.345 og þetta gerir þá samtals 520.205. Skuldir og eigið fé og þá skammtíma skuldar á tekkareikningum, það 234.549 og þar vísa til 3. liðs og þá getum við séð þessa reikninga nánar. Síðan eru fyrirfram innheimta tekjur 100.800 sem eru þá samanber 4. lið en þetta var innheimt í mars og að því að við tökum tekju árið frá mars til mars þá kemur þetta svona út og ógreiddir reikningar 1. apríl þá 20.575 og mismunur 350.924.
Eigið fé frá fyrra ári eru 583.939 og tap ársins eru þá 490.658, mismunun 164.281 og niðurstaðan 520.205. Endurskoðaðir reikningar ásamt þá rekstrarreikningum þessa 3 reikninga fara svo síðan inn í möppur hvers húsfélags eða húsfélagsdeildar og þá liggur það fram í heild sinni ef að fólk vil skoða þetta betur. Þá segir takk fyrir. Við þökkum gjaldkera fyrir að skýra reikningana og eru þá reikningarnir til umræðu. Er okkur sem vil ræða hér reikningana? Það er enginn sem vil ræða reikningana. Þá vil ég biðja viðstadda að greiða atkvæði þá með því að rétta upp spjöldin sín og staðfesta reikningana þannig. Takk fyrir. Eru nokkrar á móti? Nei. Þetta er yfirgnæfandi meirihluti. Reikningarnir skoða samþykktir. Þá er komið að liðnum kosningu stjórnar og það er A-liður, kosning formanns til 2 ára. Formaður, gjörðu svo vel, kynna framboð. Fyrir hönd stjórnar. Kynna framboð fyrir hönd stjórnarinnar. Stjórnin er ekki með sérstakt framboð eins og ég held að svo væri. Það er ofta stjórnindar með framboð sérstaklega. Það hefur borist framboð utan úr sal. Eru fleiri framboð til formanns? Ekki fleiri framboð. Þá skoðast Þóri Steingrímsson sjálfkjörinn formaður. Til hamingju. Við höldum áfram með þetta. Það er kosning 4 meðstjórnenda til 1 árs. Það er óskað eftir framboðum 4 meðstjórnenda. Gjörðu svo vel, formaður. Ég geri tillögu það að sama stjórn sitji áfram og sem það satt síðasta kjörtímabil. Það er Jakobína Sveinsdóttir, það er Jón Steinþórsson, það er hann Guðni Karlsson og Símon Víum. Fyrirgefið og Svanhvít Ingólfsdóttir, fyrirgefið, ekki Símon Víum, Svanhvít Ingólfsdóttir. Má ég fá þetta? Já. Það er Guðmundur Gísli. Hann er ekki Guðmundur Gísli, hann er varastjórn. Það er Guðni Karlsson. 1, 2, 3, 4, já. Þá liggja frammi hér fyrir fundinum tillögur 4 meðstjórnendur til 1 árs. Það er Jakobínu Sveinsdóttur, Jón Steinþórsson, Svanhvíti, Ingólfsdóttur og Guðna Karlsson. Það er óskað eftir fleiri framboðum eða tillögum. Ef að svo er ekki þá skoðast þessi 4 meðstjórnendur sjálfkjörnir til 1 árs. Gjörðu svona að bóka þetta. Og enn er haldið áfram. Það er C-liðurinn kosning 2 varamanna, óskaðir eftir framboðum. Stjórnin gerir tillögu 2, það er Símon Víum og Guðmundur Gísli Guðmundsson. Já, það er gerð tillaga Símon Víum og Guðmund Gísla Guðmundsson. Fleiri framboð? Ef svo er ekki þá skoðast þeir einnig sjálfkjörnir. Þessir 2 varamenn. Þá er komið að D-liðnum. Það er kosning 2 endurskoðenda og enn er óskað eftir tillögum og framboðum. Gjörðu svo vel.
Stjórnin gerir sömu tillögur og í fyrra þá Auðun Snorrason og Þórhall Björnsson. Já, það liggur frammi tillaga Auðun Snorrason og Þórhall Björnsson. Eru fleiri framboð í þessa trúnaðarstöður? Ef svo ekki þá skoðast til einnig sjálfkjörnir samkvæmt D-lið. Þá kosningu stjórnar lokið. Þá höldum við áfram í dagskrána. Það kom að 4. lið og hann hljóðaði svo: innheimtu vegna samninga við Kópavogskaupstað, dagsett 7.4.92 framkvæmdir í bifreiðageymslu kynntar. Nú ég að spyrja formann að því hver ég að kynna þetta. 4. liður hér, innheimtur vegna samninga. Já, það sem sagt... Hver mun gera grein fyrir þessu? Já, ég gera grein fyrir. Já, formaður gjör það. Ágæti fundarmenn, það er þetta málana þegar það kemur á okkur að borga, því að við vitum að framkvæmdir þegar hafnar. Það er eins og hefur komið fram í þessu fundarboði að hérna ætlum við að festa niður ákveðna upphæð og það tillaga stjórnarinnar að undangengnum athugunum að samkvæmt þeim samningum sem þegar búið að gera við Kópavogskaupstað þá verði það tillaga stjórnar að mánaðargreiðsla verði 2.500 krónur, mánaðargreiðsla verði 2.500 krónur sem hefur gjalddaga fyrsta hvers mánaðar fyrsta árið. Það er að segja frá og með 1. maí þá verður sem sagt þessi upphæð 2.500 krónur sem greiðist mánaðarlega og það gjalddagi er 1. hvers mánaðar. Já, hér hefur þessi tillaga verið reifuð og tillagan til umræðu. Vilja menn ræða þetta? Vilja menn taka til máls þetta atriði með 2.500 krónur? Gjöra svo vel, koma hér upp eða tala úr sæti, gjöra svo vel. Það er fyrirspurn gjalddaga. Ég held að þessu verði lögmaður minn hérna Pétur Þór að svara. Þetta er eitthvað í sambandi við lögveð. Er það? Það skiptir ekki með. Já, þá er það í lagi, jú. Það er sem sagt, það er í lagi að hafa 3. hvers mánaði ef það tillaga frá þér eða hvað? Já, halló, var það ekki rétt skilið að það væri talað 3. Og það er fallist á það að hálfu stjórnar. Vilja mér ræða þetta frekar? Gjörðu svo vel. Formaður, gjörðu svo vel að reifa þetta eða lagmaður félagsins? Eða gjaldkeri? Gera grein fyrir málum? Í rauninni byggjum við þessa tölu á samningatölun sem við fengum út þessar við byggjum þetta á töl 45% af tölunni sem stendur í samningunum frá því fyrra pluss áætluðum innheimtukostnaði sem að er ekki hægt að svo stöddu að reikna. Þetta eru tölur með fyrirvara en við höfum lagt það til að við byrjum á þessu 2.500 krónum og það verður fast til áramóta. Það það kemur lagabreiting til og það breytist mögulega formið á innheimtu líka á félagsgjaldi fyrir Hamraborgaráðið og félagsaðstöðuna svo að þetta er svona millitala sem við myndum reyna að halda en hún getur ekki verið nákvæmari en þetta sem sagt grunntala pluss ákveðin áætlaður innheimtukostnaður sem fellur á. Þá hefur gjaldkeri gert grein fyrir því hvernig þessi fjárhæð er fundin. Það er höfuðstóll pluss innheimtukostnaður og tillagan er þannig að mánaðarlega greiðslu verður krónur 2.500 með gjalddaga 3. hvers mánaðar. Eru fleiri sem vilja ræða þetta?
þá er best að bera þetta bara upp til samþykktar eða synjunar og gjöra svo vel að rétta bara upp spjöldin þeir sem að samþykja þetta. Maður sér það nokkurn veginn hvernig hlutinni liggja. En hver er á móti? Þetta er samþykkt með yfirgnæfandi meirihluta og tillagan þar með samþykkt og óskað bókuð. Þá er komið að 5. lið í dagskrá sem er önnur mál. Gunnar Birgisson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Það er aðeins athugasemd fundarsköp. Þeir sem vilja ræða hér mál eru beðnir að senda miða hér upp með árituðu nöfnum sínum til að auðvelda fundarstjórnina. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðir fundamenn. Það er nú liðið hér rúmt ár síðan að ég var á fundi hérna hjá ykkur Hamraborgarráði síðast og þar réðust úrslitin það að þessi samningur sem var gerður við bæinn varð að veruleika. Eins og ég sagði þá að þá voru þessi samningar mjög hagfelldir fyrir íbúa Hamraborgar, þó svo að kannski einhverjir hafi aðra skoðanir í því. Samkvæmt upphaflega samningu sem var gerður hér á árunum 70 eitthvað, að þá var hlutur bæjarins 18%. En bærinn vildi teygja sig á móti ykkur Hamraborgarfólkinu til að geta farið í þetta mál og farið í þessar viðgerðir. Einnig var tekið inn í þetta geislagarðurinn og viðgerðir vegna hans að hluta, þannig að prósenta bæjarins hækkaði upp í 55. Og við vorum nú ekki alltaf ánægðir sem hjá bænum eru og menn svona voru samþykktu þetta í bæjarráð og bæjarstjórn svona með semingi en töldu það verjanlegt upp á var hægt að fara í þetta verkefni og ljúka því. Nú það er áætlaður viðgerðarkostnaður á þessum áfanga sem var samið upp á 40 milljónir. Og það er gert ráð fyrir því að framkvæmdina sem hófust aðeins í fyrra að þeim ljúki á næsta ári. Þannig að aðal framkvæmdatíminn verði núna í ár og næsta sumar. Og þá er áætlað að steypa nýtt gólf í bílageymslurnar, brjóta upp frá járnum sem sprungið frá og steypa að og það verður sem sagt aðalmálið í ár. Nú hitt málið er kannski verra sem er geislagarðurinn. Þar hefur komið í ljós að það eru skemmdir á bitunum og loftinu í bílageymslunum vegna of mikils álags í geislagarðinum. Það voru mjög skiptar skoðanir meðal verkfræðinga í upphafi máls hvort að garðurinn þyldi svona mikið notaálag. Nú eins og það nú oft stundum tamt hjá tæknimönnum að reikna þetta í lag og þetta var reiknað í lag og það var sett á þetta sem sagt jarðvegur og hellur og blómaker og annað og hefur komið í ljós að það er á mikið. Nú það þarf að taka sem sagt ofan af öllum garðinum, hellurnar og allt saman og minnka þetta álag og það er meiningin að gera það í sumar að taka allt ofan af garðinum og setja nýjan dúk yfir hann þannig að í haust að þá geti staðan verið þannig í bílageymslunum að pollarnir væru vekk, það verður ekki lengur pollar og ekki bleita í geymslunum. Nú kostnaðurinn við þetta að taka hellurnar og annað slíkt, blómakerinn á þessu ára næstu er áætlega 25 milljónir. Nú það sem ég upphafi máls að þá samþykkti bærinn þetta og gerði þetta, að þá er ljóst að bærinn þarf að taka þetta á sig. Nú, hvað verður svo framtíð geislagarðsins? Nú það þarf aðra útfærslu á hann og það hefur verið hugmyndir að stakka leiksvæði og annað slíkt en það er sem sagt númer 1 fyrir það er að minnka jarðveginn og blómakerinn og þetta gífurlega álag sem er á garðinum til að minnka hættu á broti og niðurbeygjum á bitunum. Nú formaður ræddi það hvernig væri með framtíðina hér
við framtíðar viðhald og annað. Samningurinn milli bæjarins og Hamraborgaráðs hljómar upp á þessa skiptingu og hann á líka við viðhald og framtíðar viðhald og ég held að það verði óbreytt. Menn verði að gera sig grein fyrir því þegar að fólk á húseignir, hvort það eru bílageymslur eða eitthvað annað, að það þarf að halda því við. Þessu hefur ekkert verið haldið við núna mjög lengi, þess vegna er kostnaðurinn svona mikill þegar þessu kemur núna. Og ég tel að ég eftir einhver ár, vonandi eftir allmörg ár, að þá þarf náttúrulega að koma meira viðhald. Það er á öllum eignum og sérstaklega steinsteypu. Og það sem hefur valdið vandræðum hérna er útblasturinn frá bílunum og saltið sem hefur valdið tæringu í járnunum og steypunum. Ég er nú ekki komin hér til að fara að koma með neinn loforð þótt að sé stutt í kosningar, eins og Þóris tók sérstaklega fram hér í upphafi og ég svona við alveg meinta að það væri engin yfirboð eða loforð eða slíkt í gangi, en það tel ég það ekki eiga við hér. Ég bara vil fagna því að þessi samningur náðist. Þetta var búið að liggja hér lengi í láginni og ekkert aðgert, en síðan kom hér duglegi menni í Hamraborgarráðið og stofnuðu það sem lögaðila, þannig að þessi samningar geti tekist. Ég tel að þeir hafi staðið sig mjög vel fyrir ykkar hönd, en aðallinn er samt í þessu máli að þessi viðgerð er komin í gang og henni verið lokið og bílageymslurnar verða nothæfar og menn geta farið þarna inn á þess að leki á þá sjálfa og bílana og annað slíkt. Ég tel að það vera aðal ávinning málsins, en ég vil enn og aftur rósa þeim mönnum sem hafa farið með stjórn hér hvað þeir hafa staðið sig vel fyrir ykkur íbúana. Og ég ætla svona bara að segja þakka fyrir mig í bili og kem aftur upp ef menn vilja spyrja ykkur. Takk fyrir. Já, við þökkum Gunnari Birgissyni, Valþór Hlöðversson við biðjum orðið gjörð svo vel. Fundarstjóri, ágætu fundamenn. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir mig, þakka fyrir að fá að koma hingað á þennan fund og eiga við ykkur orðastað hér í kvöld þessi málefni sem ykkur eru auglust ofarlega í huga, málefni Hamraborgarinnar. Ég vil líka óska ykkur til að hamingju með þennan glæsilega fund og þó kannski sérstaklega það tækifæri sem að þeir sem hér taka til máls fá að komast inn í stofu hjá hverjum einum hér í Hamraborginni og mættu út af fyrir sig fleiri hverfi hér í bænum taka sér þetta til fyrirmyndar, því að með þeim hætti er auðvitað tryggt að öll erindi sem að eiga auðvitað að koma fyrir hvers dyr þau komist til skila á skjótum tíma. Ég ætla ekki að ræða neitt hér sérstaklega þessu upphaflegu samskipti bæjarins og þessa svæðis. Þá á ég við samningana sem eru hægt að rekja alla götur aftur til 1972 ef ég man rétt, eða í upphafi þessa svæðis hérna, upphafi 8. áratugarins. Þeir voru auðvitað barn síns tíma og má svo sem út af þessi margt þá segja. Mér finnst mestu máli skipta núna að menn horfi fram á veginn og leið meti stöðuna eins og hún er í dag, eins og hún horfir við okkur í dag. Mér sýnist í fljótu bragði þegar maður lítur yfir svona síðustu misserin og kannski síðustu mánuðina sérstaklega að þá er í sjálfu sér allt sem að hefur verið gert fyrir ykkar forgöngu vegna ykkar samstöðu, við náðst fram vegna ykkar samstöðu og auðvitað ykkar ágæta formanns Þóris Steingrímssonar og stjórnar hans sem að þið voru hér að endur kjósa hér áðan, sem ég út af þessi ekki hissa á. Mér sýnist það allt vera af hinu góða. Þar má nefna aðstöðu sem að þið hafi komið ykkur upp í sem þið kallið Hamar, félagsaðstöðu. Þetta kapalkerfi sem gegnir auðvitað mjög mikilvægu öryggis og þjónustuhlutverki. Nú eins og formaður bæjarráðs nefndi hér áðan að þá hefur bærinn út af fyrir sig tekið það að sér að sjá fráganga á geislagarðinum hérna fyrir ofan okkur og sýnir það auðvitað að þar með er það fastmælum bundið og endanlega viðurkennt að þarna séum almenningsgarð að ræða sem að
sé eðlilegt að bæjarsjóður taki á sig kostnað vegna viðhalds og breytinga á. Og síðan það skipting kostnaðar, 55% á bæinn og 45% á íbúana sem vegna endurnýjunar, eða ég vil nú segja lúkningar bílastæða, því sjálfur sér var aldrei lokið við þau á sínu tíma. Það sýnist mér að sé sanngjöld skipting, að minnsta kosti var það samstæði í bæjarstjórn að afgreiða þá samninga með þeim hætti sem að þið þekkið. Hins vegar eins og hefur komið fram hér á fundinum að þá ýmislegt sem bendir til að þessar framkvæmdir getur orðið talsvert dýrari heldur en upphaflega var reiknað með, þó að það séu ekki öll kurl komin til grafar. Og mér sýnist í fljótu bragði að það geti verið sanngirnismál á þess að ég ætla að gefa þann eina sérstaka bindandi yfirlýsingu hér eða fara að dreifa einhverjum kosningalóforðum. Þá sýnist mér að það geti verið sanngirnismál að menn að minnsta kosti skoði þessa kostnaðarskiptingu ef að heildarkostnaður fer langt fram úr þeim áætlunum sem að samningunum raunverulega byggir á. Þegar ég skoðaði þessa samninga, þegar við gengum frá þeim inn í bæjarstjórn og síðan fór ég nú að rifja versin mín upp áður en ég kom til þessa fundar, þá annað atriði sem ég hefði viljað nefna sem hefur ekki verið komið hér inn á fundunum ennþá en í sjálfu sér rekstur stæðana eftir að framkvæmdum lokið. Þar sýnist mér að þið, það er að segja íbúarnir og fyrirtækin sem eru hér innan vébanda þessa ráðs, þurfið að standa undir talsverðum reksturskostnaði og út af fyrir sig ekki óeðlilegt þar sem að þetta hluti af ykkar eignum. Ég hins vegar spyr hvort að ekki geti verið eðlilegt að fyrirtæki sem eru utan vébanda Hafnarborgarráðsins, fyrirtæki og stofnanir sem eru hér norðan við götuna, taki að einhver leyti þátt í kostnaði við rekstur þessara stæða. Þar vísa ég einnig til samninga sem gerðir voru á sínum tíma. Mér minnir að það hafi verið, formaður leiðrétti mig, mér minnir að það hafi verið 1984 eða 85, þar sem var gert ráð fyrir því að fyrirtækin á öllu þessu svæði tækju þátt í kostnaði við rekstur, hins vegar þessara innistæða, að mér minnir 25% eða svo, en hins vegar málið það að það hefur ekki gengið eftir raunverulega. Þannig að fyrirtækin hér norðan við þau hafa ekki tekið þátt í þessum kostnaði og ég hygg að það sé verkefni Hafnarborgarráðsins, nýkjörinnar stjórnar, að óska eftir því að þessi fyrirtæki taki þátt í kostnaðinu við reksturstæðana sem að komi þá til lækkunar á þeim gjöldum sem þið þurfa að standa undir vegna þess liðar í framtíðinni. Og ég veit ég mæli fyrir munn bæjarstjórnarinnar allra þegar ég segi að það mun ábyggilega ekki standa á okkur bæjarfulltrúum að aðstoða við það að þarna sé hægt að koma á einhvern samningum milli ykkar og fyrirtækjana hér fyrir neðan. Raunar finnst mér, ef maður lítur til mikilvægis miðbæjarsvæðis í kaupstað eins og okkar og raunar hvaða kaupstað sem þá finnst mér nú að þessi ágætu fyrirtæki norðan Hamraborgar, ég ætti nú svona alltaf því að sjá sóma sín í því, meta það við góða granna að taka þátt í þessum kostnaði eða hreinlega taka hann á sig vegna þess að auðvitað njóta þau góðs af eins og önnur fyrirtæki og stofnanir sem eru á þessu svæði. Ég vil að lokum endurtaka þakkir fyrir það að fá að koma hingað og spjalla aðeins við ykkur og út af fyrir sig tilbúin að halda því áfram ef ykkur hefur áhuga á hér á eftir. Og áður en ég lýk máli mínu þá vil ég endurtaka óskir til ykkar og fyrir þennan ágæta fund og óska ykkur til hamingju með sterka stjórn sem að veitir ykkur forystu í þessum málum, hefur komið hér á ágætum samningum og ég veit að hún mun reynast traustins verð sem að þið sýnduði náða með því að endurkjósana hér áðan. Takk fyrir. Við þökkum Valþóri Hlöðverssyni. Þá hefur Sigurður Geirdal bæjarstjóri beðið um orðið. Sigurður Geirdal, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, formaður, góðir fundargestir. Ég vil nú byrja á því að þakka ykkur fyrir að bjóða mér að líta hér við því að það er sannarlega ýmislegt að ske hjá Hamraborgarsamtökunum. Þegar ég kom að þessu máli fyrst þá var það nú að ykkar frumkvæði eins og hér hefur komið fram að menn frá húsfélaginu komu til okkar og vildu gjarnan taka þessi mál upp og það í fullri alvöru eins og það var orðað við mig. Það var sannarlega tími til komin og ég veit ekki hvort allir gera sér grein fyrir því hvað þetta var eiginlega mikið mál. Það hefur gengið illa að koma á samstöðu í minni húsfélögum jafn stórt mál eins og hér var á ferðinni.
En það sem fyrst þurfti að gera, það var það að við höfum að vísu fengið vink frá einum og einum íbúa, en það er afskaplega erfitt fyrir bæjaryfirvöld að taka á slíku. Það var raunverulega ekki hægt að ganga til samninga fyrir búið var að stofna þarna það sem þið heitir í dag, Hamraborgarráð. Það var raunverulega búið að mynda þarna einn lögaðila sem hefði fullt umboð til samninga. Og þetta tókst og ég tel það geysi mikinn ávinning að það skulle vera komið í það horf. Þetta er mikið verk sem að síðan var ráðist í og hvar sem að kostnaðaráætlanir enda nú eða kostnaður endar, þá er þetta nokkuð yfir 40 milljónir sem að þarna var ráðist í og þessi áfangi sem að við erum að vinna núna er líklega svona 60% af verkinu. Ég held að þarna eigi nú við það sem að oft er sagt að hálfnaður verk þá hafið er og aðal erfiðleikarnir sem að við stöndum fram fyrir núna eru auðvitað þeir að þetta var allt of lengi látið dankast, var allt of lengi óhreyft. En við skulum gleyma því og ég verð ekki var við annað en að þarna sé góð samstaða, það er ágætt samstaða innan bæjarstjórnar þetta mál, ég held að allir þar hafi vitað að þessu hlaut að koma. Nú, það stóð nú ekki til, svo ég sé nú alveg hreinskilinn og segja ykkur satt og rétt á því, það stóð nú ekki til að bærin færi að borga 55% í þessu upphaflega. En þannig lauk nú þófinu að þar vorum við króaðir af og það er svo sem harmar enginn það sérstaklega. En ykkar samningamenn voru mjög harðir og svona, það var heldur erfitt að eiga við á köflum. En það sem við gerðum aftur á móti, það er nú pólitísk ákvörðun, hversu há prósentan væri og eins og ég segi það var ágætt samstæð það, en við létum Þórir og hans menn, hann hafði orð fyrir þessum nefndu sem komu, við létum þá fá okkar færustu menn í þessu, tæknideildina og forsvarsmenn tæknideildar til að fara í þetta, hanna og gera áætlun. Og ég í sjálfu sér öfundu ykkur ekkert af þessu öllu saman því það er nú dálítið lengra í gluggana hjá okkur en háaðan er nú nógur á því færi þannig að það hlýtur að vera dálítið mikið hjá ykkur sem eru beint yfir vélunum. En þetta er nú svona, einhvern tíma var það að koma að þessu, verkið er hafið og ég vona svo sannarlega að menn standi saman þetta þangað til að því líkur. Þetta er bara fyrsti áfangi, það verður unnið satt næsta sumar en við þurfum að hjálpast að með það að þessu verði ekki hægt, við erum búin að ljúka þessu og svæðið, það er bæði bílageymslan og garðurinn. Garðurinn verður nú svolítið léttari og hann verði vatnsþéttur, hann verði fallegri og almennt þá verði þetta sameiginlega svæði ykkar, bæði vistlegra og fallegra á vetti. Ég er ekkert í vafa það að það hefur mikil áhrif á verðmæti eignanna hjá okkur og það skiptir okkur vissulega máli hvernig miðbærin lítur út og þetta er hluti af honum. Nú ég vil svo bara að lokum óska formanni og nýkjörinni stjórn til hamingju með kjörið og ég óska ykkur til hamingju með að hafa fengið þetta ágæta fólk til að starfa áfram. Ég vænti áframhaldandi góð samstarfs við stjórnina og ykkur og ítreka það að ég vona okkur takist að vinna okkur fram úr þessu saman og ljúka þessu verki á farsælan hátt. Takk fyrir. Við þakkum bæjarstjóra fyrir hans orð. Kristján Guðmundsson næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, formaður, gott fundafólk. Nú byrja á því að óska öllum gleðileg sumars og þakka fyrir það að fá að vera hér í kvöld. Ég held að mér og sjálfs fleirum sé hollar að hlusta en að tala mikið. En mér var þó hugsað til þess og þegar ég líti yfir hópi hérna þá hugsa ég sé nú frekar kannski yngri kantinum en þeim eldri. Að þegar ég kom hér til starfa haustið 1971 þá var aðeins þetta hús hérna á þessu svæði, reyndar einni hæð lægra og 2 stóri braggar, verulega miklir. Það eru bara liðin tæp 23 ár, þannig að það verður alveg hægt að taka undir með Þorsteini Valdimarsinni sem var nú hér góð skáld sem sagði einhver tímann að risin er úr reiði heill undruna heimur. Mér er það líka svo minnistætt og
all mannanna verk eru nú barnsins tíma, að það var feikileg samstaða meðal bæjarráðs og bæjarstjórna þá upp á 1970 að reyna að gera hér vel. Og mér oft verið hugsað til þess ef að áform þeirra hefðu gengið fram, hvernig væri umhorfs á þessu svæði öllu, þá í alveg við sunnan úr Hafnarfirði og upp í Mosfellsbæ. Í raun og veru voru þeir sem voru til stjórnan hér þá, að þeir voru frumkvöðlar í því að þeir hugsuðu sér það að hér rísi virkilega öflugur og gróskumikill miðbær. Síðan gerðist bara það að 1974 að þá urðu bara vatnaskil, þá var svo uppbygging sem hafði verið hugsuð og var nánast stöðvuð. Það mætti hafa mörg orð um þetta svæði og það eru margir aðilar því, ekki bara fólki sem er hér inn og á sína eigni hérna, heldur líka bæjarfélagið er líklega stærsti fasteigna eigandi hér á þessu svæði og ekkert líklega, hann er það að sjálfsögðu, og ríkið. Ég gekk hérna seinnipartin í dag og hef svo sem oft gert það áður og mér var þetta aldrei undrunarefni. Ég spurði líka nokkra að því hvað veldur því að svona upplýst þjóð eins og Íslendingar eru, sem geta flesta hluti í samanburði vestræna þjóðir, annað en það að meta eða virða almenningseign. Það er dálítið undarlegt og ég get alveg spurt sjálfa mig að því eins og ykkur, hvers vegna fær til dæmis ekki símaklefur í friði hér á miðbæjarsvæðinu og annars staðar á Íslandi, jafnvel í illa upplýstum löndum þar sem að fólk gerir ýmsa hluti sem við viljum ekki gera, að það virðir almenningseignina, símaklefa, sjálfsala og ýmislegt sem boðir til almannaþarfa. Og þetta er ótrúlegu þjóðarlaustur okkar. Ef bara þetta atriði, að við myndum ganga betur eigur almennings hér á þessu svæði, þá liti allt öðruvísi út og ekki allar þess skemmtir verið framkvæmda hér sem að raun ber vitni. Ég er sama sinnis og aðrir hér það og ég kannski skynjaði þennan fund í upphaf eða fekk upplýsingur annan hátt að þetta vera svona svo pallborð, en það skiptir út af þess ekki máli. Það sem að ég tel að sé mjög þarft og það er að vinna áfram að uppbyggingu miðbærin sem varð fyrir miklum vaxtarverkjum og stöðvunum langan tíma. Eitt af því er til dæmis að tengja saman miðbæinn með byggingu við gjá. Ég held að þetta svæði verði aldrei fugnjafiskur fyrir það gerist. Kannski skiptir það ekkert mála Auðun eða Sigríði Gísladóttur sjálf sér þegar íbúðun sína þarna, en ég held að skiptir svo mikið heildina. Og það er sem betur fer að komast núna ákveðið skikk á. Ýmsir hafa haft á því takmarkaða trú þessari breytingum sem gerð var á skipulagi miðbæjarins nú upp á 1980 sem birtist í þessum húsum hér fyrir framann, en þetta er orðin hlutur og við það verðum við að búa og reyna að gera betur. Aðeins eitt sem ég langaði líka til að nefna hér, sem að ég bara minnist í gegnum tíðina, og það var þegar farið var hér af stað, þá var þetta svæði hér verðlagt á allt annan hátt en önnur svæði í Kópavogi. Þetta svæði hérna var skattlagt miklu hærra. Það var samstaðan það í upphafsárum þessar uppbyggingar. Nú eru liðin yfir 20 ár. Það getur vel verið að það sé ekki réttmætt og ég hef oft heyrt óanauðrættur það að fasteignagjöld séu hærri hér á íbúðum á þessu svæði en annars staðar í bænum. Ég er ekki með ykkur yfirboð, heldur bara hitt að í upphafi þá var þetta hugsað með tölvört öðrum hugmyndum en nú eru til staðar. Og ég fagna því í sjálfu sér að það er raun og veru engin metingur það að hvað skuli gera, heldur það voru hér ófullburða samningar í upphafi og menn vilja ná landi og menn vilja leysa mál og stuðla því að hér verði vistvænt umhverfi. Ég óska nýkjörnum stjórn til hamingju. Ég veit þetta eru vaskir menn og konur sem hér starfa og
þetta er ekki bara spurning um framgang þessara stjórnar og bæjaryfirvalda. Þetta er bara ímynd bæjarins. Og það eiga allir þennan miðbæ sem í Kópavogi búa, á meðan við ætlum að halda honum á lofti og ekki hugsa okkur flutning hans á einhvern annar svæði. Þetta er kannski útópía að segja þetta, en það þrýst ekkert sveitafélag. Það þrýst ekkert sveitafélag án þess að hafa torg, án þess að hafa einhverja miðstöð. Það er alveg sama hvar í heiminu þið komið. Þó í smæsta þorpi, það er einhver samkomustaður. Jafnvel við brunnin, bara lítið sæti. Ég þakka fyrir að fá að vera hér og ég ætla að hlusta með athygli á það sem hér verður sagt, og mér finnst út af fyrir sig einkenni að það er sá tótt hér að menn vilja leggjast á árarnar til þess að gera betur. Takk fyrir. Við þökkum Kristjáni Guðmundssyni hans orð. Sigrún Jónsdóttir er næst á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ágætu fundargestir. Ég vil þakka fyrir hönd Kvennalistans fyrir ykkar ágæta boð að taka þátt í umræðum hér í kvöld. Og ég óskaði sjálfsögðu nýrri stjórn til hamingju með kjörið og óska þeim velfarnaðar í starfi. Ég hef reyndar sjálf verið í stjórn í svona húsfélagi í blokkinni í Kjarhólma og reyndar í formennsku, og ég veit hvað þetta getur kostað mikla vinnu. En þegar það tekst að ná svona góðri samstöðu eins og hefur náðst hér, að þá er þetta mjög ánægilegt starf, þrátt fyrir allan tíma sem fyrir þetta og allt það. En ég vil eiginlega byrja á því að nefna hérna það sem að Gunnar Birgisson upplýsti, að það þyrfti að taka allar hellurnar í burtu úr Geislagarði og þetta verði allt of þungt og það verði allt að hrynja þarna niður. Ég verð fyrir gífurlegum vonbrigðum, meðal annars kannski svolítið persónlegum, vegna þess að árið 1981 eða sumarið, þá var ég ein af 5 eða 6 starfsmönnum Kópavogsbæjar sem unnum þarna allt sumarið við að helluleggja og við að laga þessi ker, og við skildum reyndar stundum ekkert alveg í út á hvað þessar framkvæmdir gengu, því að þegar við sögðum að hér var í pollurinn og íbúar höfðu og allir sáu það að pollurinn var hér, þá komu ákveðni menn í blankskóm og gengu upp á þau vitið hérna kerjónum og sögðu sko niðurfallið að vera hér, og við stóðum í stíflunum í pollunum, akkur ekki hér, og okkur fannst svona dálítið skrítið að vinna þarna, en við hellulögðum og gerðum þetta allt óskaplega fínt á okkar mati, en nú þarf að taka allt í burtu og það kostar sitt. En svona getur þetta verið. Við kvennalistakonur, eða við Þórana sérstaklega sem erum hér í kvöld fyrir kvennalistan, reyndum að kynna okkur þessi mál eins vel og við gátum. Það skal tekið fram að við höfum náttúrulega ekki átt fulltrúa í bæjarstjórn hingað til, þannig að við komum að þessum gögnum sem að Þórir afhent okkur nánast í fyrsta sinn núna í vikunni. Þannig að við fórum að sjálfsögðu í bílageymsluna til að kynna okkur hvað þar væri verið að gera, og mér fannst ástandið bara alveg hörmulegt, og ljóst er að þessar viðgerðir eru bráðnauðsynlegar og ástandið er óviðunandi, en þetta stendur nú vonandi til bóta. Og það má taka undir það sem að Valþór benti á hérna áðan, að fullnaða frágangi við þetta verk hefur aldrei lokið. Það er ennþá verið að ljúka því og þá þarf að byrja því að gera við. Þetta myndi mér sem íbúa finnast óviðunandi. En samningar hafa nú reyndar náðst varðandi kostnaðarskiptinguna, en fyrirsjáanlegt er að framkvæmdir eða kostnaðurinn mun fara töluvert fram úr upphaflegum áætlunum. Og það að vita það að framkvæmd sem að í húsfélag svona stórt eins og það er að fara fram úr kostnaði, hvað þýðir það fyrir mig sem íbúa, myndi ég spyrja. Á ég vona á 2500 krónar verði hækkaðar upp í 3000, fer þetta upp í 3500, hvað þýðir þetta fyrir framtíðina fyrir mig sem íbúa í blokkinni? Og þannig ég skil mjög vel að fólk hér hafi áhyggjur og vilji fylgjast vel með, og ég tel að stjórnin hlýtur að hafa staðið sig það vel að því að við endurkjörana, þannig að þetta ætti að vera í góðum höndum frá ykkar hendi, en það er náttúrulega spurning um bæjarfélagið. En varðandi, vildi aðeins fjalla gjaldtöku í bílageymslunum, að þá var það reyndar reynt að mér skilst fyrir allmörgum árum síðan, en það gekk ekki upp.
og engar tekjur koma því inn fyrir bílastæðin og hlýtur það að vissu leyti að hafa komið niður á viðhaldri og rekstri stæðanna. Því að ég tel að Kópavogsbær hljóti að hafa átt að koma þarna að málum og ekki að láta hlutina danka. Og Sigurður Geirdal sagði við skulum gleyma því og já, það getur verið gott að gleyma svona stundum en þetta er samt staðreynd sem hefur haft ákveðnar afleiðingar. En við verðum líka að viðurkenna það að í nágranna eða í Reykjavík náttúrulega þá eru búið að reisa bílastæðishús þar sem að gjaldtaka er og það er náttúrulega til að standa undir rekstri. En ef að við hérna í Kópavogi viljum hafa miðbæ sem að er í harðri samkeppni við nágranna sveitafélagið Reykjavík þá er náttúrulega þessi krafa að krafa að hafa hér ókeypis bílastæði mjög sterk. Það muni auka aðkomu fólks hingað að þurfi ekki að borga fyrir bílastæði og ég get vissulega tekið undir það. En þá er ljóst að það þarf ykkur að borga þann hluta. En það getur ekki verið eðlilegt að okkar mati að íbúar beri meginhita og þunga af rekstri viðhaldi bílastæða í miðbæjarkjarna sveitarfélagsins, þó svo að þeir búi þar. En þar sem almenningsréttur gildir afnot af bílageymslunum hljóta allir aðilar sem koma að þessu máli að þurfa að taka þátt í rekstri og viðhaldi á einn eða annan hátt. Kvennalistinn hefur lagt mikla áherslu á að mynda hér öflugan miðbæjarkjarna og telur bæjaryfirvöld hafa staðið fremur illa að málum. Glöggt dæmi það eru þau vandræði sem hér eru og hinn lífvana miðbær sem við höfum. Það er hlutverk bæjarstjórnar að koma þessu máli í höfn, bæði varðandi viðhald og rekstur, sem ég tel ekki minna mikilvægt varðandi framtíðarskipan mála. Við kvenlistakonur sem hér erum ekki komnar til að setja fram hvorki glæsilega eða hástemt kosningalofur varðandi framtíðarskipan þessara mála, en ljóst er að þetta mál verður að leysa í samvinnu allra aðila. Og svo vil ég bara nota tækifærið og bjóða alla velkomna kosningaskrifstofu okkar sem er í Hamraborg 7 og takk fyrir okkur. Já, við þökkum Sigrúnu Jónsdóttur og nýkjörinn formaður Þóri Steingrímsson er næstur að mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, fundarmenn, ég vil byrja því að þakka ykkur traustið fyrir mitt endurkjör áðan og ég vonast til þess að ég standi undir þessu trausti ykkar og komi til með að leiða þetta verk áfram eins og málin þróast í dag. Ég heyri greinilega að við erum með þessi boði okkar, þessara fulltrúa framboðslistana, við erum farin að ná eyrum þeirra og ég taldi betra að við myndum ná eyrum þeirra með þessum hætti að bjóða það hingað á þennan fund til þess að heyra sjónarmið okkar í þessum málum heldur vera að skrifa bréf eða reyna að reka eitt erindi okkar með einhverjum öðrum hætti. Það er ljóst að allir skilja þetta vandamál með miðbæja hlutverk bifreiðageymslna í Hamraborginni. Bifreiðageymslurnar hluti af miðbæjarkerfi Kópavogskaupstaðar. Það er ekki nokkrum vafa það. Enginn vafa það. Hins vegar talað þetta kostnaðarskiptinguna og hún ljós. Samkvæmt þessum samningi þá kostnaðarskiptingu við framkvæmdir og viðgerðir, það líka ljóst. Aftur á móti verðum við að rifja upp aðeins söguna ef við ætlum að vera svolítið skynsöm að þá vitum við það að þegar að tala rekstur og viðhald í framtíðinni þá gerðum við auðvitað samninga við Kópavogskaupstað í þessum samningum sem að nefndir voru það að við myndum sjá auðvitað í samvinnu við Kópavogskaupstað ýmsa viðhaldsþætti og rekstrarþætti í bifreiðageymslunum. Þetta var auðvitað okkar hlutverk að semja þetta og það var samið það að þessi upphæð myndi aldrei vera hærri en 1.550.000 krónur á árlegum grundvelli. Þetta var samið og það var gert þetta þak með ákveðnum skilyrðum og við í samninganefndinni við gátum komið þessu þaki á innan þessa ramma. Auðvitað brennur það nú á mörgum og þeir spyrja sjálfan sig af hverju þurfum við einir húseigendur að greiða þetta. Að sjálfsögðu sömduð þið af ykkur í stjórninni með þetta atriði. En þessu erum bara ekki svona farið. Við sem húseigendum getum ekki neitt lengra innan þessa samningsramma sem við gerðum við Kópavogskaupstað því að það ósköp ljóst. Við tölum bara út frá eignaprósentinni í geymslunum. Hins vegar, núna erum við komin til að vekja athygli þess að ágæti fulltrúa á þeirri staðreynd að 1984, eins og Valþór kom inn á áðan, var gerð samþykkt
í bæjarstjórn Kópavogskaupstaðar sem var samþykkt 9. nóvember þess efnis að ákveðnar reglur skyldu gilda ekki bara bílastæðin í geymslunum, heldur líka á öllum miðbæjarsvæðinu. Og það er talað ákveðin stofnkostnað í því sambandi. Og þá er talað aðra eigendur heldur en eigendur í Hafnarborginni sem eiga að greiða ákveðin stofnkostnað við gerð bifreiðastæðanna, og þar er talað einmitt eins og hann kom inn á 75% við útistæði en 25% innistæði. Og þá var ekki neinu öðrum innistæðum að dreifa en einmitt í Hafnarborginni. Einhverja hluta vegna var nú ekki farið út í það að innheimta samkvæmt þessari samþykkt. Svo okkur finnst einhvern veginn við eigum inni þarna hjá einmitt miðbæja kjarnanum í þessu sambandi. Eða þá öðru kosti að þessi 25% sem þarna eru kæmu til með að greiða niður þessa umsamda 1,5 milljón sem eru innan þess samningsfyrirkomulag sem ég gerði í Kópavogskaupstað. Nú Valþór kom inn það áðan að það væri kannski ekkert gustugaverk hjá þessum eigundum norðanverðu við götuna að taka þetta bara alfarið á sig, það er rétt, 1,5 milljón. Ég veit að samfélaginu munar ekkert það. En við tölum alltaf út frá þetta einni forsöndu. Við gerum það öllum samningafundunum að við hugsum eina ekkju sem er á ellilífeyri í Hafnarborginni, 2 herbergja íbúð á engan bíl, að hún þurfa að standa undir reksturs- og viðhaldskostnaði á bifreiðastæði sem er handa öllum miðbæjarkerfinu. Ég er að biðja allt samfélag að líta á þetta atriði. Við erum tilbúin að taka þátt í öllum viðgerðarkostnaði, 45-55%, okkur fyrir ekki sanngjarnt. Ég er ekki að biðja Kópavogskaupstað, ég er ekki að sækja í sjóði hans til þess að endurbyggja mitt eigið stæði sem fylgir mín íbúð sem hækkar mína eignin verði. Ég er ekki að biðja það. Ég er að biðja það að hann sjáu gatnakerfi eins og það liggur fyrir. Ég tala alveg út frá þeirri forsönd í byrjun að bara kaupstaðurinn sé slíkur og bæjarfélagið tækja þessi aksturs og gönguleiðir í geymslunum, annað ekki. Við eigundur sjáum okkar eigin stæði. Þetta er svo forsönd að þetta liggur alveg fyrir, 55 og 45% er mjög nálægt þessara tölu. Ef við tökum öll stæðin frá, hvert stæði verið sig, tökum því öll frá, þá er akkurat þessi 55% eftir. Reyndar verð ég nú að upplýsa það hér og kannski það leyndamál. Kópavogskostur ber faktist ekki að borga nema 53,3%. Hann fór upp í 55% því hann skilur dæmið. Þetta er kallað raunsæi. Þetta var talað innan sanngirnismarka. En nú er ég að tala við ykkur fulltrúar framboðslistuna að því leitur til að við erum ennþá að tala viðhald og rekstur í framtíðinu og okkur finnst það ekki alveg rétt. Þó hefum við samið upp á þessu 1,5 milljón, þá finnst okkur ekki rétt að þeir bara sitja hjá þarna hinum með göttuna og þurfi ekki borga neitt. Þetta snýst málið. Og á öðrum leyti þá vil ég varpa þessu fram og mér langs að heyra í ykkur þetta atriði, en mér þykir vænt að heyra það að þið eru farin að taka einmitt alvarlega þennan hlut að við erum farin núna við Hamraborgarbúar, við erum farin að taka það alvarlega að vera hérna ákveðin hluti af miðbæjarþjónustu og miðbæjar ímynd Kópavogskaupstaðar. Og við viljum gera það með reisn, við viljum hafa fallegan garð, við viljum hafa fallegt umhverfi, við viljum hafa blómlegri miðbæ. Jú, við erum jú allt hér. Og ég segi ykkur eins og verið, þegar ég kom hingað fyrst, og ég skammast mig ekki fyrir að segja það, ég kom hingað og þá sagði ég sjálfa mig, þetta er tilvalinn reitur til að gera nafla heimsins. Og ég spyr akkur ekki. Það er allt til staðar. Og ég segi líka, er ekki einmitt mjög gott fyrir einmitt gamalt fólk að eyða ævikvöldum sínum hér. Það er upplagt, tilvalinn reitur. Þess vegna þurfum að breyta þessi viðhorfi til miðbæjar Kópavogs og gera hann blómlegri, taka á þessu með myndarlegum hætti. En við gerum það ekki öðruvísi en allir séu sagtir og koma jafnt að sama borði. Það á ég við að allir húseigendur, svo og þjónustu aðrir á miðbæjarsvæðinu taki þátt í þeim umsamda reksturs og viðhaldskostnaði sem að húseigendur gengur inn á. Takk fyrir. Formaður hefur lokið máli sínu. Mælendaskrá er opin. Gunnar Birgisson, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðir fundamenn. Hér hrista menn fram úr ermin ýmis loforð og þetta er nú merkileg tillaga.
ég líst nú satt að segja ekki á hann að ég fyrir að rukka hér bílastæðagjöld norðan við götu, en ef svo er að leiðaði farið í kosningakaffi til Kvennalistans að taka með ykkur rukkun. En rétt bara til að setja okkur smávís inn í þetta mál hér. Auðvitað var þetta, eins og Valþór sagði, barnsins tíma, menn voru að reyna að gera vel, menn voru að reyna að gera nýjung, og svo 20 ára seinna þá geta menn alltaf dæmt þetta og sagt þetta sé ómögulegt og hafi misheppnast. En það er alltaf verið að gera hérna ýmislegt til að lífga upp á þennan miðbæn. Ég vil nefna til dæmis öll bílastæðin sem er búið að gera hérna í Hamraborginni. Þegar að koma því, þetta var þegar ég kom að þessu máli, þá voru það ógerð, og þetta voru 70 milljón króna pakki. Og ég spurði hvar eru þessi bílastæðin, hver á að borga? Þeir fundust ekki sem átt að borga, þannig að bærin var að borga. En það er gífurlega mikið af bílastæðum hérna undir allir í Fannborginni sem búið að gera. Og það er náttúrulega bílastæði sem er bæði fyrir verslunarsvæðið og Fannborgina sjálfa. Nú þá er búið að byggja hérna Hamraborg 10, mjög vel heppnað hús, og ganga frá hér Stóðveg við Gjána, og þar koma bílastæði náttúrulega meira aðlaðandi umhverfi og líflegra. Nú, það hefur, það kom hér í máli Sigrúnar áðan að lífga upp á miðbæinn, og auðvitað er náttúrulega verið að gera það. Hérna er búið að opna glæsilegt listasafn sem lífgar verulega upp á hlutina hér í miðbænum, bæjarlífið. Nú það eru komin samþykki fyrir því í bæjarstjórn að byrja hönnun á menningarmiðstöð hérna hinum megin við, sem verður líka aðal bækistöð almenningsvagna, og það er líka hugmyndur að byggja hér yfir Gjána göngubrú. Þannig að það er svo sem sitt hvað er að gera, en þetta er svo sem ekki hristrómur og erminni allt í einu. En það er annað hvort að gera þetta eins og kom fram hér áðan, að hérna væri bílastæðhúsa sem að bærinn myndi reka og sjá um rekstur og rukka inn, eða hins vegar þessi hugmynd. Og það sem kom fram hérna á fundinum í fyrra, hvað menn voru óana, hvað fyrirtækin voru með fá stæði. Ég get alveg skilið það. Að fyrirtæki sem eru hérna sunnan megin í Hamraborginu sumhver með mjög fá stæði og lítinn kostnað af öllum þessum birgðageymslum. Og það er náttúrulega svona kannski innanhúsmál hér. Ég teldi það nú mjög vafasamt að ætti að fara að rukka hér beggja megin Hamraborgarnar. Ég held að það gæti orðið hættulegt og myndi ekki mæla með því. Þá myndi þeir koma með ykkur gambít á móti og svo framvegis. Ég held að það er ekki gott mál. En að lokum þetta, ég vil fá að þakka fyrir að vera með ykkur hérna í kvöld. Það voru rökrætt málin hér svona hreint út í fyrra, og við erum búin að ná góðri lendingi í þessu. Lausnin er í sjónmáli, þessu verður lokið hér á næsta ári, og hvort að menn rökki inn á þessum bílastæði er kannski ekki alveg bæjarinsmál, og þótt að séu kosningar í nánd þá lýsi ég yfir að ég er frekar mótfallin því. Mér finnst að geti kannski leitt hér öll þessi málin á villigötur, en eins og áður að þá er bæjarinn, hann er náttúrulega búinn að skuldbinda sig við þetta, að sjá bæðum framkvæmdun og greiða þennan hluta, og mun náttúrulega eðlilega standa hér áfram við bakið á ykkur Hamraborgarbúum, bæði með áframhaldandi uppbyggingum með bæjarins og betra umhverfi. Takk fyrir. Já, við þökkum Gunnari. Sigrún Jónsdóttir, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ágætu fundargestir, ég ætla ekki að fara hér í eitthvað karp við Gunnar Birgisson. Ég vil bara leiðrétta ef að hann hefur misskilið það þannig að ég var að leggja til að það yrði settur upp rukkað sérstakt bílastæðisgjald sem myndi felast á hugsanlega væntanlega stöðumæli með eitthvað slíku. Þá var ég ekki að leggja það til, heldur að benda á að þar sem að bílastæðisgeymslur eru, eða bílageymsluhús að svipuðu toga og hér í Hamraborginni,
Þar eru þau víða fjármögnuð að hluta með greiðslu gjalda, en mér finnst ekki óeðlilegt að bærinn komi til móts við miðbæjarkjarnann með því að taka á sig rekstrarhlutann sem þarf og að veiti þeim þjónustu aðilum hér á svæðinu það vilyrði eða þá aðstoð vissu leyti að hér verði ókeypis bílastæði. Þannig að ef að Gunnar Birgisson ætlar að halda því fram að ég hef lagt til að hér verði tekið upp einhver bílastæðisgjöld, þá er það rangt. En þannig að ég bara þakka fyrir og vona að þetta leiðréttist hér með. Já, takk fyrir Sigrún. Orðið laust. Gjörðu svo vel. Já, formaður gjörðu svo vel. Ég ætla ekki að vera að blanda mér í umræður í þessu tilviki, en hins vegar mér langar aðeins þó til að minna á að árið 1992 þá lagði stjórn Hamraborgaráðs það áherslu og það við Kópavogskaupstað að gjaldtaka yrði hafin á svæðinu. Og meira að segja fóru fulltrúar Hamraborgaráðs til Reykjavíkur og sóttu sér fróðleik þangað og komið þá fyrst auga á hinu svokölluðu tölvuhausa eða P-hausa sem notaðir eru til dæmis við Ráðhúsið í Reykjavík, sem voru það ekki þá komnir upp. Við lögðum mjög hart að Kópavogskaupstað að þetta yrði gert, þannig að það yrði tölvuhaus við innaksturinn í bifreiðageymsluna og það yrði sett við svona tölvuhausar á allt miðbæjarsvæðið. Hvað gerðist? Þjónustu aðilar á miðbæjarsvæðinu komu undirskriftalista og báðust undan þessu með fyrrgreindum rökum sem Sigrún var með. Jú, hver voru þau? Jú, ef það var að gjaldtaka hér á svæðinu þá keyrðu allir í gegn. Jú, þess vegna gengið til samninga. Við féllumst á þetta. En það þýðir ekki það sama. Það voru þessir aðilar sem báðust undan því að þeir eru gjaldtaka á svæðinu. Er það ekki bara komið á þeim að greiða? Takk. Já, góðir fundarmenn, orðið laust. Ég er ekki einhver sem vil ljúka þessum ágæta fundi með snöfurlegri ræðu. Kannski að formaður verði hér með loka orðin. Áður en ég slít fundinum. Gjörðu svo vel. Jæja, góðir fundarmenn, þá ætla ég ekki að hafa þá löng orð í lokin, en ég ætla nú auðvitað að biðja á því að óska ykkur gleðileg sumars, allavega ykkur sem ekki sáu þær kveðjur í kapalkerfinu, en þetta og þessi dagskrá, hún verður auðvitað síspiluð í kapalkerfinu og ég vona svo að því að ég er svo gott sumar og sjáumst svo á hausti. Takk fyrir. Ég vil þá segja þessu fundi slitið, þakka mönnum komuna og þakka fyrir. Takk.